Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Sýndarveruleiki tölvulíkan sem líkir eftir veruleika þannig að notandinn getur lifað sig svo vel inn í tölvugert umhverfi að hann hefur á tilfinninguna að hann sé staddur þar inni og það umhverfi sé raunverulegt. Elstu dæmi sýndarveruleika í þessum skilningi eru flughermar sem notaðir hafa verið til að þjálfa flugmenn frá því á 7. áratug síðustu aldar. Á Sauðárkróki starfa saman nafnarnir og kvikmyndagerðarmennirnir Árni Rúnar Hrólfsson og Árni Gunnarsson. Þeir frumsýndu á dögunum út í Þýskalandi nýtt sýndarveruleika myndband þar sem hestar voru í aðalhlutverkum, annars vegar í laufskálarétt og hins vegar í dansandi norðurljósum. Sýndarveruleika myndataka fer þannig fram að við erum að mynda allan hringinn og við erum að nota 4 vélar sem eru með fissa linsu. Og hver vél tekur 180 gráður, sem sér alveg til hliðar og alveg upp og niður. Og svo það bara tekið saman og klift saman í tölvu. Þetta búið að vera alltaf mikið bylting núna undanfarin ár, en þetta samt gömul tækni þannig lagað. En núna bara erum við búin að öfluga tölvur og öfluga síma og græjur til að geta hort á þetta í miklum gæðum. Og við í dag erum með Sony vélar og þær eru Sony ljósmyndavélar og þær eru einar ljósnæmustu vélum í dag og það gerur okkur kleift að ná þessu. Fyrsta skipt sem ég pröfaði þetta sá ég bara, ok, þetta ætla ég að gera og bara alltaf fókusa á það. Og ég sagði Árna frá því fyrir 3 árum síðan cirka og þá var bara svona pælt í þessu og bara flott hugmynd. Þeir nafnar hafa svo unnið saman að verkefninu síðan í fyrrasumar. Þetta gengur út á að blekkja heilann, telja þér trú að þú sért þarna og því betri sem myndin því meiri upplifun í raun og veru. Farið því betri sem mynd og hljóð því meira blekkjur heilann. En hestar og norðurljós, það ekki tilviljun að það sé að koma hérna? Nei. Og það var svona áskorun fyrir okkur að ná þessu saman. Af því að norðurljósin eru tekin bara í myrkri auðvitað og það þarf svo ljósnæmar vélar og það þarf svo í raun og veru ljósnæmar vélar og linsur til þess að ná bæði hestunum og þeirra hreyfingum og svo norðurljósunum líka. Hitt var tekið sem svo kallaði timelapse út á Reykjaströnd og þá í raun og veru tekið með 4 vélum allan hringinn og þá náum við himninum og svo hafinu og það sést í Hofsós hinum megin og svo hrossastóð þarna við bara hliðina á okkur og meira þess að einn hesturinn, það var seinna kvöldið sem að verður að taka upp þá komst hann í myndavélina og náði minniskortinu úr henni með eyðilaði 6-7 tíma tökur. Það ekki hlægjandi að þessu. Nei, það ekki hlægjandi að þessu. Með sýndarveruleika gleraugun á nefinu upplifunin ótrúleg. Hestarnir í seilingafjarlægð og náttúran svo nærri. Það sem vantar hins vegar lyktar- og snertiskyn og eftir smá stund finn ég fyrir nokkru bílveiki því það eru ekki nema augun sem skynja, engin önnur líffæri. Í raun og veru svona næstu skref að tengja það saman að þú getur snert hlutina. Menn að þróa snertitækni, þú setur á þig hanska eða skynjara, hanska með skynjurum og þá getur þú klappað hestunum, alltaf verður ekki næsta myndbanda. Menn getur fengið að klappa þeim. Sýndarveruleiki getur verið námsumhverfi sem gerir nemendum kleift að fara í vettvangsferðir á staði sem þeir komast ekki annars á, eins og til dæmis að kanna hafdjúpin eða framandi lönd. Einnig hægt að nota leikheima sem sýndarveruleika í kennslu. Það verður alveg hægt að nota þetta á alls konar. Möguleikarnir bara endalausir og bæði með vídeo og svo finnst mér að krakkarnir geta gert eitthvað með þetta, ítt á takka og þá held ég að það komi að þau njóti þess að
læra með þetta. Sýndarveruleikinn getur verið afar mikilvægur til að þjálfa viðbrögð. Ýmiss konar færni þannig að mistök eru afdrifarík og getur verið lífshættuleg. Við getum tekið sem dæmi þjálfun fyrir vandasamar skurðaðgerðir eða, eins og áður hefur komið fram, þjálfun flugmanna í tölvugerðu sýndarumhverfi sem dæmi slíkt. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.